Komiði sæl. Núna munum við kynna aðgerðir sem bætast við allar þær aðgerðir sem við höfum þegar kynnt til að styðja við kjarasamninga. Fyrir rúmu ári kynntum við aðgerðir upp á 80 milljarða sem styðja við lífskjarasamningana sem þá voru undirritaðir. Núna bætast við aðgerðir sem munu létta öllum þeim lífi sem þurfa að endurgreiða námslán, hvort sem þeir eru á almennum eða opinberum vinnumarkaði. Útskrifaðir námsmenn greiða afborganir af námslánum sem samsvara 3 til 4 vikum af árlegum ráðstöfunartekjum. Þetta hefur reynst þung byrði fyrir þá sem að taka fyrstu skref á vinnumarkaði, eignast börn og koma sér þaki yfir höfuðið eftir námslok. Nú hefur verið ákveðið að auka stuðning við greiðendur námslána með þrennum hætti. Í fyrsta lagi með lækkun vaxta og afborgana þannig að endurgreiðsluhlutfallið lækkar umtalsvert. Í öðru lagi verður veittur alltaf 15% afsláttur vegna upp- og viðbótargreiðslna og í þriðja lagi verða ábyrgðarmenn felldir niður hjá þeim sem eru í skilum með lán sín. Þetta eru verulega góðar fréttir fyrir þá sem eru að greiða á námslánum. Það er verið að lækka vexti þannig að greiðslubyrði hún mun koma til með að lækka sem er mjög gott. Við erum líka að klára frumvarp menntasjóð námsmanna en þar verða kjör námsmanna mun betri en áður hefur þekkst og við erum að tala 30% niðurfellingu á höfuðstóli og mjög góð vaxtakjör. Þannig að við erum afskaplega sátt stjórnvöld að við séum að taka þessi mikilvægu skref til þess að efla menntun í landinu. Þetta leiðir til þess að sömu skilyrði gilda nú fyrir alla lántakalín en ábyrgðarmannakerfið var fellt niður á nýjum lánum árið 2009. Eftir breytingarnar greiðir barnlaus einstaklingur með 700.000 krónur í mánaðarlaun 25.000 krónum minna í tekjutengda afborgun í september. Hjón með 1,4 milljón króna í samanlögð mánaðarlaun geta því haft 50.000 krónur í auknar ráðstöfunartekjur þegar breytingin verður gengin í garð. Þetta hefur áhrif á 45.000 greiðendur sem fá 25.000 króna vaxtalækkun á ári að meðaltali. Það var starfshópur 3 ráðuneyta og fulltrúa launafólks sem vann þessar tillögur en kostnaður við þær mun nema það bil 14 milljörðum króna. Fjárhagsstaða Lánasjóðs íslenskra námsmanna er hins vegar sterk vegna þess að umsvif og endurheimtur hafa gengið betur en áætlanir gerðu ráð fyrir. Lánþegar munu því njóta góðs af sterkri fjárhagsstöðu Lánasjóðsins.